Verið hjartanlega velkomin í ferðalag kvöldsins Vesturland. Við ætlum að byrja á að kíkja með ykkur í galleri Bjarnaþórs á Akranesi. Þaðan liggur leið okkar í Dalabyggð, hvar ofurhugar stinga sér til sunds í jökulkaldan foss. Þaðan brunum við beint yfir Heitalinn og tökum hús á Þóru á Ystugörðum í Kolbeinsstaðahrepp. Við lokum svo þættinum á fótboltavellinum í Snæfellsbæ með Víkingum í Ólafsvík. Frá 4 tonna útilistaverkum úr stáli yfir í myndskreytingar í barnabækur og allt þar á milli. Ég held að sé ekkert sem Bjarni Þór listmálar á Akranesi getur ekki gert. Honum allt til lista lagt. Við litum við í notalega galleríinu hans og kíktum á hvað hann var að bauka. Ég byrja bara á að svilla hérna, þú mátt alveg hjálpa mér til, sko. Já, ég einmitt. Og hérna... Já, ef það kemur í ljós að ég sé góð í að mála, þá ég að uppgöta alveg nýjan hæfileika. Já, þetta bara svona, sko. Hvað hugsarðu þegar þú stendur á... Sko, ég hugsa ekki neitt. Nei, ok, þá erum við bara, ég sé við erum bara... Já, þetta bara, sko, ég þarf aldrei að bíða eftir að koma einhver andi yfir mig, sko. Nei. Ég bara læt vaða og byrja. Þetta flotti litir. Já, þetta flotti litir. Þetta lofa góðu. Þetta lofa mjög góðu, finnst mér. En þetta þannig, sko, að ég byrja vel daginn hérna á bakvið. Af því að það mesti svona á mótnana, ég byrja svona tíliti. Já. Það var mest í friðunum líka. Já. Og hérna, og síðan færi ég mér framfyrir, af því að ég er með lélega lappir, það ger ekki stælingi. Þannig að þá sest ég niður og teikna þar eða mála eða gera eitthvað. Þú ert í svo mörgu. Ég er svo rosalega mörgu, þetta er svo fjölbreytt sem ég er að gera. Þú ert með skessuskopi líka sem að margir þekkja á Vesturlandi. Já. Áttu hugmyndina að gríninu þar í skessuskopi? Já, ég bara geri þetta. Það er enginn sem skiptir sér að því. Nú bara byrja að skella á. Allavega að byrja? Nei, ég er feiminn, sko. Ég er komin hérna til þess að horfa. Svo bara látum við vaða á þetta. Sjáu þetta? Sko, sjá þetta. Þessi átt að fara þarna. Þetta er alveg, sko. Hvað hérna, þú menntaðir þig bara strax í myndlist, eða ekki? Ekki strax. Ég var orðin 4 gamall þegar ég fór í myndlistskólan, sko. Ég var orðin 25 ára. Já, kannski ekki 4 gamall í það. Já, mér fannst það þá, sko. Maður var allt og gamall í þetta. Í alvöru? Já. Þetta var alveg síðast að sorta að fara í skólan 25 ára kall. Hvað varst að gera fyrir þann tíma? Þá vann ég í Slippnum. Já. Ég er vélvirki og vann þar í 7 ár. Já, menntaðir þið fyrst sem vélvirkja? Já. Og við fórum hérna 3 félagar á Akranesi og vorum allir búin að mennta okkur í einhverju iðn áður og skelltum okkur í myndlist og handíðaskólan. Þarna kemur ægilega rauður inn og... Já, það verður að vera eitthvað fútt í þessu, sko. Það þýðir að geta... Þetta er bara svona undirlagi hjá þér núna, eða ekki? Ég er bara rétt að byrja, sko. Akkurat svo myndi ég setja bláan og rauðan hann alveg, já, akkurat svona, jú, þetta var akkurat það sem ég var að hugsa líka. Já, ég verð að landa að hafa pensilinu bara. Nei. Jú. Hérna, nei, ég er ágætt í að tala. Þar liggur minn hæfileiki. Skelltu fyrir mig þetta hérna. Hvaða lit viltu fá þar? Þú ræðir því alveg. Vist ég alveg nýstast? Ég er að græja hérna. En ef ég tekur svona, alla svona, þá fara rauður hérna, fer þá ekki alveg allt í... Nei, það er bara allt í fínulegi. Þá ég er í alvörinu pínu stressu. Herðu, hérna, Herðu, ég, 25 ára, ég skelli mér skóla núna bara. Þannig að sérðu það bara, það er bara að byrja og láta vaða. Ekkert annað. Þú varst efstur í þínum bekk. Já, ég fekk þegar ég útskrifaðist, þá fekk ég styrk hérna sem var, já, fyrir þann sem stóð sér best í skólanum, þannig að það var bara mjög gaman. Það var ekki aftur snúið bara? En það var eiginlega meira gaman af því að ég var í kennardeildinni. Já. Og það hafði enginn fengið þetta sem var í kennardeild, sko. Áður. Er fólk svolítið að panta hjá þér verk? Já, þetta gengur þannig fyrir sig að fólk kemur hérna og pantar mikið. Ég bara býð upp á það, sko. Það er ekkert allir listamenn sem gera það, þeir mála kannski bara sína myndir og selja þær. En ég hef þetta þannig að ég bara mála það sem fólk ber um. Og þú veist að taka þér eins og
brúðhjón eða sérstakt, eins og bara við sjáum hérna Snæfellsjökul og Já, það svona... Og stelpu. Ert þú ekki ættu þarna undan Er jökli? þetta ekki ég? Mér finnst svona línurnar og svo hvað. Og sérðu hvaða, af hverju þessi litur eru þarna undir? Nei. Það er orkan í jöklinum. Nei, hér að fæðast hús. Já, hér náttúrulega hafa hús, kannski. Ég sá þetta allt hérna birtast. Er þetta ekki skemmtilegt? Þetta er rosalega skemmtilegt. Það með þetta svo gróðurhúsin. Ég held alltaf að fólk sem vinnur í gróðurhúsi hljóta vera hamingjusamt eitthvað. Já. Og fólk sem að mála með svona alls konar litum og þetta sé svona þetta er bara hamingjusamt starf. Þetta er alveg yndislegt. Herðu, nú förum við hingað og spáum aðeins í, við skal ná þér í stól og hafa hérna. Er eitthvað sem þú hefur ekki gert? Hvað áttu eftir í þessum heimi myndlistar? Þú búin að kenna eða ekki? Jú, ég er búin að kenna og ég er búin að prófa eiginlega allt. Já. Nema kannski helst grafík sem ég hef ekki mikið. Ég hefði viljað komast í það líka, sko. Ertu svo að gera grín á okkur hér? Já, sko, þetta átti nú að vera leyndarmál, sko, en myndin heitir Að vestan. Já, við kannast ekki til það. Og síðan á ég eftir að aðeins að halda áfram með þetta. Og þú kannast við þetta vopn, náttúrulega. Jú, sælla minninga. Við þurfum að ræða það eins og kominir. Þú færði engan hrið með það. Ég var að reyna að ná svipnum á það. Þú nærði oft svona svip hjá fólki. Hér höfum við andlitsmynd, portrett. Ég er búinn að teikna svo mikið af bæði svona skopmyndum og bara venjulegum myndum, sko. Þannig að það komið svona þjálfun í þetta. Svo setti ég allt og dökka, það er búin að vera ljós. Ég er fljót að dökkna, sko. Ég held að mig gruna það, sko. Þú ert svolítið dökk, svona, eða ekki? Ég er úr einhverju skipsstrandi, Vestfjörðum, sko. Er það ekki? Já.